Ég 57 ára og ég hef hafið tiltekt innra sem ytra. Vá, það löngu tímabært, Dóra. Já. Þú ert alveg í rusli, bara alveg eins og ég. Já, í þessu podcasti ætlum við að byrja bara á bókaskápunum. Já, því að bókaskáparnir segja mikið mann, ekki satt? Jú. Bókaskápurinn spegill sálar þinnar. Ok. Þú verður að segja þetta allt aftur af því ég stökkt á hort á símanum. Já, mér alveg sama, ég get alveg sagt þetta. Viltu ég segja þetta aftur á bak eða? Já, þú verður að segja þetta aftur á bak. Ok. Grundgræða aðnær aldrei vurðir að den sem þarf heimtarlega þetta með frey. Ég veit ekkert hvað ég er búin að taka mikið upp af því að ég var að reyna að koma sér yfir á svo spýtuðina. Ok, en þá ætlum ég bara að syngja þetta erindi og svo ætlum ég að staldra við akkurat þetta. Já. En þó að augnablikið aldrei fyllir stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund, því að tár sem þerrað burt aldrei nær að græða grund. Þetta er náttúrulega beautiful. Sko, ef þú leyfir þér ekki að gráta yfir því sem þér líður illa út af, þá getur sárið ekki heilast. Vegna þess að þú stækkar sárið inn í þér með því að hleypa ekki, losa ekki það, sko. Já, ég skil þetta líka þannig því að tár sem þerrað burt, semst ef einhver segir ekki gráta og þerrar burt tárið og leyfir þér ekki að gefa þig á valdtilfinningunni, þannig að tárið komist ofan í moldina og það geti vaxið upp af sorginni það sem hún á að færa okkur. Veistu, þetta var mjög fallega orðið í haugum og miklu gáfulegra heldur en frá mér og bara... Kannski ekki gáfulegra? Jú, þetta var miklu gáfulegra. Takk fyrir að klippa blómið þarna frá mér, en áður en við byrjum þátt þá þurfum við að segja fólki að þetta er síðasti þáttur sem við gerum svona alveg í opinni dagskrá. Alveg í opinni dagskrá. Því að nú ætlum við að fara að vera með áskrifendur. Já. Af því að þannig ætlum við að reyna að búa okkur til smá tekjur. Já. Þannig við getum haldið þessu út með góðri samvisku. Með góðri samvisku. Og þetta er svona rúmlega kaffibolli. 1200 og eitthvað. Var ekki 1290? Jú, 1290 og 1250 man ekki. Og það eru tveir eða þrír lokar í mánuði og þeir sem eru áskriftir fá svona aukadót. Já, og svo ætlum við að vera kannski með einhverja viðburði og gera eitthvað skemmtilegt og kannski getum við boðið þeim sem eru í áskrift líka góða díla og svona, við ætlum að gera einhverja díla af einhver fyrirtæki og... En þið verður samt að taka það til hliðsjónar Steina fær alltaf mjög margar hugmyndir en hún er ekki alltaf að fylgja þeim eftir. Það er bara því ég nenni því ekki. En það gæti margt gerst og við veljum til að halda áfram, sko. Já. En við verðum að fá bara smá pening fyrir það. Þannig að þetta sé sustainable fyrir okkur. Ok, alltaf og bara endilega... Gerast áskrifendur. Gerast áskrifendur. Á tal.is. Ding! Sér hver draumur lifir aðeins eina nótt. Sér hver aldari sem hnígur jafnan skjótt. Hverju orði fylgir þögn og þögnin hverfur allt of fljótt. En þó að augnablikið aldrei fyllir stund, skaltu eiga við það mikilvægan fund, því að tár sem þerrað burt aldrei nær að græða grund. Líttu sér hvert sólarlag sem þitt hinsta væri það, því morgni eftir orðinn dag. Enginn gengur vísum Í morgni eftir orðinn dag.
enginn gengur vísum af. Já, þetta bara svona, það bara eins gott að þakka fyrir daginn eða kveldi vegna þess að maður getur náttúrulega aldrei verið vissum það að maður vakna aftur. Nipp. Heyrðu, en... Ef við þá stilla upp í þátt? Já, ef við ekki bara labba með þetta. Já, og koma okkur fyrir. Ég var að spá bara þarna í sófan þarna. Já, það næs. Það ekki? Jú, ertu með bók? Ég ekki með bók, en ég með... Þú með sjálfa þig? Ég með sjálfa mig. Sem meirinn í síðasta þætti? Já. Þú komst ekki? Nei, en ég verð nú að segja alveg eins og að þetta var alveg frábær þáttur og ég sá að mér það hefur verið oframbáðað af mér í þessum þáttum af því að Nikkó var alveg frábær í þessum þætti. Já. Það var mjög skemmtilegt að hlusta á ykkur tala saman hjá honum. Mér fannst skemmtilegast hvernig hann leysti þetta með að hann hlustar aldrei á þættina. Já, það náttúrulega alveg frábært. Það sýnir bara að þetta er náttúrulega gáfumerki, hvernig hann náði að gera þetta á þess að móðga mig, sko. Ég veit að hann móðgaði mig aðeins á leiðinni en ég jafnaði mig. Já, hvað móðgaði hann þig? Nei, því ég bara heyrði hvað hann var að tróða í spínatinn og passa sig að meiða okkur ekki. Það var eiginlega það sem var svo óborgarlega fyndið, sko. Já, það var mjög fyndið. Heyrðu, eldum rétt bjargar lífi þeirra sem að nenna ekki í búðina þegar þeir eru búnir í vinnunni. En mér finnst þetta að skipta máli að elda matinn en ekki taka take-away af því að það er einhver orka sem kemur með það inn í heimili, þannig líða mér. Það er ekkert heimili og það er engin matur eldar. Þetta er bara spurning um alkemíu. Já, þetta er alkemía, einmitt. Eldum rétt, alkemía business, nei, alkemía hérna hinnar vinnandi, þeirra ekki bara fyrir konur. Alkemía hins vinnandi manns. Já, þetta er ekki einkaklúbbur fyrir konur, eldum rétt. Ég held að eiginlega sko að því að mitt er að þarna loksins fékk ég smá bríþer sko. Ég elska eldum rétt. Hæ krakkar, hvað segið þið? Hæ. Við erum sérst á mamma. Mér finnst að Adi er komið að setjast hérna aðeins bara smástund hjá okkur. Já, Adi kom og sérst á. Við þurfum eiginlega að kynna Adi til söguna sko. Kæru hlustendur, hér er hann Adi vinur okkar sem er, hvað er gamall? Ég var akkurat að segja það í morgun. Ég er að fagna 9 ára afmælinu mínu eftir nokkra daga. Ok, þú þarft að útskýra. Þú þarft að útskýra vegna þess að sko að þeir sem að horfa munu náttúrulega sjá fullorðinn mann með skegg. Og þú segist vera 9 ára. Þú voru aðeins að útskýra þetta. Já. Well, my body is 34. Líkami minn er 34 ára gamall, ef ég man rétt. En svo átti ég svona skemmtilega reynslu fyrir cirka 9 árum þar sem að ég upplifði það að hvað segir maður? Að deyja? Já. Yes. Það var mjög áhugaverð upplifun. Ok, segðu mér frá þenni. Viltu segja mér frá henni? Já, ég get sagt svona í stuttu máli. Já, I'm recording this, þú veist, þannig að þú veist að þetta fer út í game. Yes. Ok, segðu það svona, já. Segðu það sem að þú ert sáttur við að segja frá. Ég ætla að segja það svona smá í stuttra máli. Já. Já, ég sem sagt fyrir cirka bát 9 árum þá fékk ég þá upplifun að ég fékk þar upplýsingar innra með mér, þessi rödd sem talar stundum við okkur innan frá, sagði að nú er þinn tími kominn. Þú ert að fara að kveðja þennan heim, þú ert að fara að deyja og þú hefur cirka bát 3 til 4 mínútur til þess að segja bless við allt sem þú hefur elskað og alla sem þú elskar. Wow. Bíddu, en má ég spyrja, varstu nú á einhverjum hugvíkandi, varstu með einhvern leiðbeind eða manifest eða einhvern svona kennara með þér? Það var meðal involved. Já, ok. En þetta gerðist og þú heyrði röddina, ok. Ég myndi segja, ef ég má orða það svoleiðis, að Guð sagði mér að ég væri að fara að deyja. Og ég trúði því fullkomlega og svo var ég mjög ósáttur til að byrja með það, en svo sætti ég mig við það ótrúlega hratt og hvatti þá sem ég elska, svona innra með mér. En svo bara hvarf allt, það var eins og allt svona kollapsaði, hvernig segir maður kollapsaði? Já, bara fjalli saman inn í sig. Fjalli saman inn í sjálft sig og bara hvarf og það var ekkert eftir, ekki neitt. Og svo allt í einu fattaði ég að ég var ennþá til staðar þó það væri ekki neitt til staðar. Engin líkami, ekkert form til að sjá, bara ekki neitt, bara svona tóm. En ég fattaði að ég er til staðar og leið og ég fattaði það, þá kom rosalega hár hvellur, eins og tromma, yfir allt tómið.
og út frá þessu hljóði kom eitt lítið ljós og ég horfði á þetta ljós frá öllum áttum á sama tíma og vá, hvað er nú þetta? Þetta er áhugavert og svona eftir á að hyggja þá fattaði ég eða áttaði ég mig á því að þetta var ljós meðvitundar sjálf leið að ég fattaði að ég væri til þá kviknaði ljósið þannig að þetta er endurspeglun af sjálfinu sjá sjálf sig Já, þetta er bara svona svolítið eins og sköpunarsagan og þá var ljós Yeah, pretty much Já, einmitt, vá og svo fekk ég að upplifa það að þetta ljós sem sagt skipti sér í tvennt allt í einu. Það kom sér þetta annað svona mikli kvellir, annar mikill kvellir og skipti ljósunni í tvennt eða ljósið endurspeglaði sig. Það speglaði sig í 2 ljós. Svo kom annar kvellir og þá speglaðist það í 4 ljós. Og svo annar í 8 ljós, og svo 16 ljós, 32 ljós og svo bara héldu trommurnar eða kvellinir áfram. Og ég fekk að sjá það sem ég upplifði sem sköpunarsöguna. Út úr einu ljósi komu mun fleiri ljós sem svo endaði á því að skapa atóm sem að margfölduðu sig svo, sköpuðu frumur og svo áttaði ég mig á því að ég var að fylgjast með þróun. Að ég var einhvers konar salamandra að skapast eða eitthvað í það áttina og svo þróaðist það út í fisklaga sköpun. Og svo man ég sérstaklega vel eftir því þegar Guð, þegar röddin bauð mér að halda áfram að fylgjast með utanfrá eða fara inn í það sem var verið að skapa og upplifa það innanfrá. Og af einhverjum ástæðum þá vildi ég upplifa það innanfrá. Og þá fann ég hvernig það var að mótast. Mjög áhugaverð upplifun. En ég man sérstaklega þegar puttarnir mínir átt að koma, þegar ég var að verða svona ungabarn eða hvað segir maður, fítis, fóstur. Fóstur, já. Það áttu puttar að koma en ég vildi ekki putta. En ég var að resista, enga putta, nei, alls ekki. Og ég veit ekki ennþá af hverju ég vildi ekki putta. En það er ekki hægt að streitast á móti sköpuninni. Þannig ég varð að gefa eftir og þá horfði ég á að puttan að skapast. Og eftir það þá var upplifði ég mig í móðurkviði. Í mestu allsælu sem ég man hingað til. Eftir að hafa upplifað. Hefurðu einhverja tilfinningu fyrir tíma á þessu ferðalagi? Já. Upprunalega var engin tími. Þegar tómið var, þá gat ég ekki, ég hefði kannski varið þar í nokkra sekúndur, kannski var ég þar í 1.000.000 ár. Ég get ekki, það er ekki hægt fyrir mig að tengja það. En leið og eitthvað fór að gerast, þá upplifði ég það sem við köllum tíma. Já, leið og það byrjaði að skiptast í tvennt og komu fleiri trommuhögg og svona, þá byrjaði að koma tími. Aha. Ég man þess að tíman frá því ég áttaði mig á því að ég væri til, ljóðið skapaðist og svo fór það að margfalda sig. Þá var ég komin inn í tíma, myndi ég segja. Ok, þannig að þú segir að þú ert 9 ára gamall núna af því að þú upplifðir sem sagt endurfæðingu þarna, já. Og breytti þetta einhverju í hvernig hún nálgaðist hversdaginn, hvernig tókst þetta hérna niður til upplifunina hérna niður til jarðar og hvað fórst að gera, hvernig integreraðu þetta? Hvernig tókst þetta inn í lífið þitt? Wow, stór og góð spurning. Ég er ennþá að integrate þetta 9 árum seinna og ennþá að átta mig á því hvað lífið er dásamlegt og undursamlegt og undravert og mikið kraftaverk og mikið furðuverk. En bara, já, ég fékk sem sagt, ég hélt ég væri að fara að fæðast í annan heim sem önnur vera. Þannig að það kom mér á óvart þegar ég kom aftur í þennan heim. En þegar ég kom aftur þá var ég ekki lengur, ég upplifði mig ekki sem sömu manneskjuna. Ég var með annan nafn, ég bara hét Adi. Ég bara vissi að ég heiti Adi. Og Adi þýðir ljós. Adi þýðir upprunalega ljós alheimsins. Já, ljós heimsins. Eða the original one. Heimsljós. Í sanskrit. Og áður hérstu Óli? Nei. Ég heiti líka Óli núna. Ég er svona upplifið mig smá eins og ég sé með 2 sálir á sama tíma. Það eru fleiri en þetta er svona aðal. Ok, segðu mér samt, mér langar að heyra þetta 9 ára ferðalag, örlítið sko, hvað gerir þegar þú kemur út úr svona stór brotinni upplifun? Þú veist, hvað ertu lengi einhvern veginn að ná utan þig aftur eða upplifir þú sért ekki með útlínur eða hvernig er nýfæddur fullorðinn maður? Sko, það eru örugglega margar
upplifanir af þessari upplifun, hvernig maður kemur tilbaka. Ég kom tilbaka með minningar frá öðrum stöðum, myndi ég segja. Ég myndi eftir að vera á öðrum plánetum, í öðrum upplifunum, að gera svipað á það sem ég að gera núna, sem að hjálpa ljósinu að stækka í hjörtu mannana. Vá, segðu mér. Já, ég þarf að segja sko við fólk sko að Adi, við erum hérna á Mamma í Bankastrætinu og hér til dæmis alltaf á föstudögum stjórnar Adi ásamt konunni sinni, Moniku, það eru trommurhringir og hérna erum við að læra að söngva og tromma saman og þetta raunverulega eins og bænastund. Við erum að koma saman og búa til jákvæða orku og við erum að vona að með þessu uppátækjum okkar sem að þú stýrir séum við að búa til og jákvæða orku og dreifa henni heiminn og það ofsalega, og ég bara hvet fólk til að koma og prófa að vera með, að þetta alveg heilagar stundir og mér finnst alveg magnað á svona ungum maður eins og þú, hvað þú heldur vel utan þetta, þú ert svo mikill kennari, það náttúrulega langt síðan ég valdi þig sem kennara af því að þú ert svakalega góður kennari, Adi. Dóra, þú þarft að fara að mæta í trommutíma, þetta alveg einstakar stundir. Dóra heldur stundum hún kunni allt. Ekki hún? Nei, ég að djóka. Hún kannur þetta, en sko... Ég bara svo hrædd kannski að ég fá svo mikinn áhuga að ég fari að gera ekkert annað en að tromma. Það gerist fyrir mig, cirka bát. Já, einmitt. Og ég hugsa bara, ok, Adi tók þetta, ég ætla að taka eitthvað annað. Já, við skiptum með okkur verkum. Já, við skiptum með okkur verkum. Já, ég veit það. En ég náttúrulega pappi minn elskaði að tromma og leið og þá komu hérna í gegnum Kramhúsið komu oft trommar og svona, hérna afrótrommar og svona þar og þannig að ég var svona mikið í kringum þessa fyrstu trommara sem voru að koma til Íslands á sínum tíma fyrir sko 30 árum. Einn af þeim mágur minn, maður systur minnar. Já. Einn af aðal trommurum Íslands og hann kom með djembe-trommuna inn í mitt líf. Þegar ég var cirka 9 ára. En sko, en fyrir mig sko sem hefur aldrei haft aðgang að kirkju og aldrei haft neina þörf fyrir kirkju, þetta eiginlega orðið svona svolítið eins og mín kirkja. Að mæta hérna á föstudögum. Já, þetta heilagar stundir. Þetta nefnilega alveg heilagar stundir og það ógeðslega næs. Maður bara svona mjúkur og svona góð tilfinning inn í helgina. Já, þetta heilagt rými. Já, þetta heilagt rými. Ok, ég ætla að koma. Þú gerðu það. Ok, ég skal koma. En ég ætla samt að spyrja þig hinar stjörnurnar. Upplýsingarnar sem þú komst með þér eins og þú hefðir verið í þessu hlutverki að vekja ljósið og þú væri búin að vera að gera það á öðrum stjörnum líka. Nú verður þú aðeins að segja frá. Því sem þú vilt segja frá. Já, ok. Hvernig þýðir maður multidimensional consciousness á íslensku? Það marglaga meðvitund á mörgum sviðum eða tíðnum. Yes. Já. Í mörgum víddum. Já. Vitund í mörgum víddum. Vitund í mörgum víddum. Já. Þarna það. Mikið rétt. Ok, sem sagt. Á sama tíma einmitt, margar víddir. Á sama tíma, yes. Allar tíðnirnar eru til á sama tíma. Og þegar við vöxum sem meðvitund þá förum við að taka eftir því að það meira að gerast heldur en það sem við sjáum með okkar eigin augum. Förum að taka eftir fleiri tíðnum sem að sumir myndi kalla kannski ofskynjun. Skynjar of mikið. Og þess vegna til eitthvað sem heitir ofskynjunarlyf. Yes. Já. Það oft í fyrsta skipti sem að fólk skynjar fyrir utan þennan heim eitthvað á ofskynjunarlyfum og svo bara fullt af fólki sem skynjar svona alltaf. Já. Og svo með alvöru jóga hægt að læra að virkja þessar meðvitund eða þessar upplifanir án ofskynjunarlyfja eins og við köllum þig. Og það mitt aðal integration tool. Alvöru jóga sem að hefur verið upplýsingar sem að mannkynið hefur safnað saman í árþúsundir. Einstaklingar eins og við sem að höfum vaknað til meðvitundar og farið að skoða hvernig virkar þetta, hvernig virkar hugurinn minn. Eitthvað til sem að heitir chakras, hvernig segir við chakras á íslensku? Já, það orkustöðvar. Yes. Og hver raunveruleikinn á bak við það eins og hjarta mitt. Ég finn ást í hjarta mínu. Ég fann ást þegar ég var lítill í hjarta mínu og svo hætti ég að finna ást í hjarta mínu. Svo fann ég ástina aftur í hjartanu mínu, svo misti ég hana aftur. Með alvöru jóga þá erum við að læra hvernig við notum þessa
meistaralegu vél eða tölvu ef við orða það svoleiðis og lærum að virkja mismunandi tíðnir af meðvitund. Já, mismunandi orkur. Viltu segja mér samt frá hvað að gerast á hinum hnöttunum? Af því ég hef aldrei komið þangað, þú veist, og ég hitti konu, ég hef sett Steinu frá þessu fyrir rúmlega 2 árum síðan og hún sagði mér hún kemur frá Galaxy of the Rose og mér leið eins og það hefði gleymst að gefa mér einhverjar upplýsingar í lífinu. Manninu mínum fyrst hún alveg rugluð og bara já, ok, já, ég læti þess og ég skilji hvað hún að tala en ég var svona eins og bara af hverju er enginn búin að segja mér frá þessu og nú spyr ég þig og í einlægni hvað í þessari vídd sem að þú ert í á sama tíma og þú ert hérna núna? Aðalega það pláneta eða staður sem hefur verið kynntur fyrir mér sem stella. Það sem öðruvísi hér meðan við þar að himinin grænn og sólin bleik. Og það margt sem hægt að þýða út frá því ef maður skoðar það frá svona symbolic perspective. Af því að innri kjarni hjartans bleikur, ytri kjarni hjartans grænn. Þannig að vissu leyti þá allar plánetunar og allar víddirnar innra með okkur. Og já. Ég verð að fá að skjóta einu inn af því ég var nýlega í boði þar sem að mjög margir tóku inn MDMA. Ég tók ekki inn MDMA. En þegar að fólk tekur inn MDMA þá verður húðin á því bleik og græn. Já, hún verður bleik og með svona grænum flekkjum. Það eitthvað sem ég sé. Og MDMA lyf sem að hjálpa fólki að komast í svona hjartatengingu? Já, það hjálpar mörgum við það að muna eftir ástinni inn í sér. En þetta sem þú varst að segja Adi með að öll stjörnukerfin innra með okkur eða þetta allt innra með okkur að því ég var já, þess vegna var ég að hugsa þegar þú varst að lýsa þessu áðan þegar þú varst vitni að ljósinu að þú veist að við erum öll að skapa heiminn alltaf í hverri stund í lífinu með því að verða vitni að ljósinu innra með okkur. Það þú veist, og þess vegna var ég að spyrja tíman. Gerist þetta oft á dag? Er ég búin að gera það 30.000 sinnum frá því við byrjum að tala saman eða? Hvað það? Að skapa heiminn? Já, það lítur út fyrir það. Og hverju einasta augnabliki erum við að skapa yfir 1 milljón heima á sama tíma sem táknar hreyfingu. Hreyfingin sköpun mismunandi veruleika á sama tíma. Eða með öðrum orðum, allir veruleikar eru til á sama tíma og við sem meðvitund erum að skipta sjónarhorn til þess að sjá öðruvísi útgáfur af hinum eilífa kristall sem lífið sjálft. Það sem allt til að eilífu. Hinn eilífi kristall, nú þarftu að segja eitthvað meira. The multidimensional crystal of life. Sköpunin sem kristall sem hvað segir maður? As a one entity? Sem bara eining, sem einn hlutur eða ein vera, sem skiptir sér svo endalaus mikið niður eins og ljósið sem skiptir sér í tvennt. Það leit út fyrir mér að það væri að skiptast í tvennt, en í raun og veru var það bara að skapa duality. Það skapar svo endalaus, það allt endurspeglun af sjálfinu sem endurspeglar svo eina ljósið sem endurspeglar sig endalaust í allar áttir og það þessi kristall, það allt eitt ljós. Sko, af því að þú varst náttúrulega bara, þú varst plataður hérna í viðtal og þú ert kannski rosa busy og svona, en mér langar aðeins þú segir frá því þú og margir af þínum vinum hafa verið að stúdera svona ákveðin skóla. Yes. Já. Geturðu deilt með okkur hvað sá skóli heitir ef einhverjir eru forvitnir? Ertu að tala jógaskólan eða Nei, ég að tala skólan sem þið eruð út í löndum. Eins og þá örugglega betra fyrir mig að tala ekki það. Nei, ok, en þú stundar Hatha yoga. Natha yoga, N-A-T-H-A. Tantra. Natha tantra yoga. Segðu okkur frá því. Viltu segja okkur frá því? Já, það aðalleiðin til þess að integrata allt sem ég hef upplifað allt mitt líf. Þetta skóli lífsins. Tantra skóli lífsins sem kennir okkur. Eins og kennari minn hefur sagt mér, þegar við fæðumst, þá okkur gefin hinn albesta talva sem við getum ímyndað okkur. Með hugurinn okkar og veran okkar. En við fáum enga leiðbeiningar. Við fáum ekki einu sinni hvernig við tengjum músina eða lyklaborðið til þess að byrja að geta unnið. En tantra leiðbeiningarnar.
Pretty much as simple as that, from top to bottom. Kennararnir mínir eru skils mér á sínu 30. ári. Ég á mínu 7. ári og það verður bara betra. Það sem að mér finnst makalausast þessa dagana það að ég alveg sannfærð það að vélin, þar að segja formið sem við fáum að fæðast í, algjörlega fullkomið og við fæðumst með getuna í okkur til þess að lækna okkur og heila okkur sjálf og svo bara markvistið verið að hjálpa okkur að gleyma því alveg í uppvextinu. Eða við látum okkur sjálf gleyma Eða við látum okkur sjálf þá útgáfu að veruleika. Já, nákvæmlega. Af því að þú veist, börn til dæmis þau svona self-regulata með því að snúa sér í hringi og svona og róa vakustaugina og ná sjálfu sér í balans og svona. Og börn, þú veist, það hefur verið sagt að svona börn á stríðshrjáðum svæðum, þau byrja strax að leika stríð, þau leika sig út úr hlutunum, þau eru að self-regulera og laga sig og svona. Og ég held þetta snúið dálítið mikið það að við munum það að með huganum okkar og einbeitingunni þá höfum við vald til þess að stjórna til líkamannum og því sem gerist í honum og svona og við þurfum ekki að reiða okkur svona rosalega mikið á sérfræðinga. Við þurfum að verða sérfræðingar í líkamannum okkar sjálf, tengjast inn í okkur einhvern veginn. Og þú gerir það rosa mikið í föstum þú veist að lengja róa hópinn, lengja fá fólk til þess að setjast niður vegna þess að það tekur tíma að koma utan á götunni og setjast með sér og þá með öðrum. Svo fallegt. Hún svo dásamleg. Dásamleg. Við erum þrjú dásamlegasta fólk í öllum heimum allstaðar. Öllum vítum allstaðar alltaf. Já, búin að endurskapa okkur margótt. Margótt, já. Viltu segja mér eitthvað meira tantra? Sko, í Íslands samfélagi með svolítið kannski skakka mynd af tantranu af því að það var kynnt fyrir okkur á sínum tíma í gegnum sjónvarpsþætti sem að þú varst sennilega bara of lítil til þess að hafa horft á það. Líklegast. Já, við vorum ungar konur, þetta var rosalega skrítið og gekk þetta allt út eitthvað samband og allt út á kynlíf og þetta var eitthvað rosa skrítið og það einmitt svona, já, eitthvað ekki alveg hreint í kringum bara nafnið á Íslandi. Já, með tantra jóga, af því að það litla sem ég hef kynnst í, þá virðist þetta vera, eins og þú segir, eitthvað magnatæki til þess að tengjast í næði orkustöð fyrir orkustöð til að byggja sig upp og bara leyndardómarnir í líkamannum. Þetta eitthvað svona? Já, leyndardómarnir í meðvitundinni, myndi ég segja. Líkamannir líka inn í meðvitundinni. Og inn í þessum fræðum líka þá ekki gerður neitt munur á kynorku og lífsorku. Þetta bara prana, ekki rétt, lífsorka. Pretty much. Líka með kynorkuna. Já, en ég meina, ekki kynorkan bara hluti af lífsorkunni? Augljóslega. Nei, ég meina, ég skilur þau. Ég veit þú veist það. Já, en ég meina, við getum nota lífsorkuna okkur, þú veist, bara sem kynorku eða við getum líka nota kynorkuna sem sköpunarkraft, skilur þau. Og það spurninga því að, já, þetta svona að maður læri að finna hvernig maður getur unnið með þessa krafta inn í sér. Yes. Það bara ein orka og við lærum að breyta í hvaða orku sem Kynorkan, það jarðarorkan, hjartaorkan, ástin, hugarorkan. Sko, eitt af aðal tækninni sem kennd í þessum skóla það sem kallast sublimation. Í öðrum orðum að breyta orku frá einu formi í annað form. Þannig að til dæmis að taka kynorkuna og breyta í ást og kærleika. Já, akkurat. Lyfta orkunni frá neðri orkustöð upp í efri orkustöð. Já. Við lærum að færa orkuna í hvaða orkustöð sem og út frá því upplifum við frá þeirri orkustöð, frá þeirri state of awareness, state of consciousness, við upplifum heiminn öðruvísi. Þegar við horfum út hjartað okkar, þá erum við að horfa út lensuna. Lensuna af ást og kærleika. Það Stella. Mikið rétt. Og Stella þýðir náttúrulega stjarna. Sko, ég veit ekki, ég var að hugsa þetta í gær, ég var að tala þetta við Gunna. Að sko, kynlíf og íþróttir voru held í einhvern tíma alveg þú veist, áður en að öll trúarbrögð koma til sögunnar og allt þetta. Þetta var alveg svona hélt fólk líkamannum sínum í gangi. Með því að stunda íþróttir, reyna á sig og stunda kynlíf, þannig var
reguleraði þú þetta batteri og komst í veg fyrir þú verið að accumulata einhverjum neikvæðin eða þingslum eða einhverju svona, sko. Svo búið að distorta þetta allt saman. Þú veist, það er komin svo mikið keppni í íþróttirnar og því að Ólympíuleikarnir, þeir voru bara mannrækt, líkamsrækt, minna mannin á að halda líkamannum sko hraustum og sterkum, skilur. Og náttúrulega búið að gera kynlíf svo andstyggilegt og búið til svo mikla markaðsvöru og distortað og svona að, þú veist, að sjónarhornið á það er orðið svo langt frá því sem það á að vera, því að ég held að kynlíf upphaflega hafi bara verið eitthvað bara þess að lækningar. Já, bara svona til að laga sig af kvefi og bara koma sér í betra skap og lósa gremju og bara til að búið til meiri ást á heimilinu og búið til meira, þú veist, skilurðu. Já, það er undraverk líka. Já. Og endalist af mysteries, hvernig segir maður mysteries? Já, bara speki eða mysteries. Mystery, bara mystery, hvað er þetta? So many mysteries to find. Já, bara svo margt dularfullt sem við getum fundið. Yes. Já. Yes. En ég get sagt eitt sem að mér finnst alltaf mjög gaman að segja þegar fólk spyr mig tantraskólan, sem er mjög gott dæmi. Þegar ég var cirka 4 eða 5 ára þá upplifði ég í fyrsta skipti það sem að mín upplifun er jólin, tilfinningin af jólunum, sem er bara heilug tilfinning fyrir mér. Það hafa ekki allir upplifað þetta og þess vegna skilja af hverju fólk tengir ekki alltaf við jólin sem eitthvað heilagt. En fyrir mér eru jólin gríðarlega heilug og það var mín fyrsta tenging við heilaleikan sem ég man eftir var í gegnum jólin. Ég fékk sem sagt lítinn jólapakka sem ég opnaði og innan í honum var svona gulgrænt slím. Svona neongulgrænt slím og þegar ég sá það þá einhvern veginn fékk ég eitthvað skringilegt bragð aftan í hálsinn og bara inn í kokinu sem var rosalega gott en ekki eins og neitt annað bragð sem ég hef fundið neinstaðar. Eins og ávöxtur en samt ekki. Og ég fann bara það sem ég kalla jólatilfinninguna, alvöru jólatilfinning sem er bara algjörlega heilög upplifun. Og svo kom þessi tilfinning alltaf á hverju ári þegar jólin komu og var bara með mér. Svo hvarf það allt í einu og þá hurfu jólin. Og svo nokkrum árum seinna, eftir ég var búinn að finna þennan skóla, Natha Yoga, þá eru þið að kenna okkur sérstaka öndunaræfingu sem að opnar ákveðna hluti hérna og þau voru að útskýra hvað gerist. Hérna fyrir aftan eyrun eða í hérna aftan á hálsinum. Cirka about. It's a svona leyniorkustöð. Segir það bara í bili. En þá sem sagt voru þau basically bara að lýsa upplifun minni þegar ég sá þetta slím. Bara nákvæmlega. Og ég var bara, kannski get ég lært að skapa þessa tilfinningu. Jólin alltaf? Yes, ef mér langar. Og viti menn, ég gerði þessu öndunaræfingu með kennaranum mínum og með samnemendum mínum og eftir svona 4-5 mínútur þá var tilfinningin komin. Og það er kraftaverk, algjört kraftaverk að geta skapað svoleiðis hluti innra með sér. En hvað triggeraði það að þetta gula slím vakti þetta í þér? Var það Stella? Það er sko sagt að þessi leyniorkustöð sem ég segi bara í bili hún gefi frá sér vökva sem er akkurat í þessum lit sem ég sá. Þannig að kannski bara sjá hann litin opna eða. Vá! Ég veit það ekki. Heyrðu, en að því við erum búin að tala svona þennan skóla, þetta er ekki leyni skóli samt sem þú ert í? Nei. Viltu þá segja okkur hvað hann heitir og hvað hann er og ef að fólk langar í þetta nám? Please, komið, þetta er það besta sem ég hef fundið. Ef ég ætti að velja á milli nokkur skóla eða nokkura æfinga sem ég hef fundið, þá myndi ég alltaf velja þennan, af því að hann gefur mér kraftinn og hefur hjálpað mér meira en nokkuð annað sem ég hef fundið. Og hvað heitir skólinn og hvar er hann? Natha Yoga Center. Hann er á Smiðjuvegi, númer eitthvað, ég man það ekki alveg rétt. En þú getur farið á natha.is og þar finnur það eru 9 tímar að byrja núna í janúar. Og þetta er skóli, þetta er ekki þess að þú kemur bara í eitt skipti í yoga, heldur þú kemur vikulega og lærir og æfir þig, svo ertu með heimanám og þú kemur vikulega. Ég er búinn að vera að fara vikulega samanlagt í 11 ár með smá pásum inn á milli. Þannig að opinberlega er ég á mínu 7. ári. Við Dóra fórum í pröfutíma. Yes. Okkur líst rosalega vel á. En við erum svona á þeim stað báðar og við vorum bara svona,
ok, erum við að fara að byrja, af því við fundum að þetta alvöru nám. Þetta ekki eins og að mæta í einhvern jógatíma einu sinni í viku, bara alls ekki. Þetta sko ástundun og maður þarf að vera tilbúin og hafa tíman til að gera þetta þannig. En sko virkilega þess virði, en ég gat ekki fundið mér að gera þetta núna en ég á leiðinni. Ég þarf að hafa róna til þess að gera það sjálf, það bara of mikið að gerast í lífinu til þess að ég geti þetta núna. Ég var líka á staðnum, ég hugsa ég get ekki farið í skóla núna. Ég búin að fara á svo mörg, ég ekki enn eitt skólan í viðbót. Dóra svo námskeiðasjúk líka. Ég náttúrulega námskeiðasjúk sko og ég fannst ég get ekki bætt þessi inn núna. En ég veit af þess, ég búin að fara einu sinni og ég fann að það eru galdrar þarna inni. Alveg sko og kennararnir bara sem við hittum þarna, maður fann þetta var alvöru fólk og sem hafði mikið fram að færa sko. Gott að vera nálægt í sko. Og gott að nefna líka að lífið sjálft eins og skóli. Það svo gott að minna sig á að maður getur ekki mist af því sem maður á að upplifa í þessu lífi. Það sem við erum að upplifa okkar eigin sál bara opnast eins og blóm stanslaust. Við erum alltaf á réttum stað og réttum tíma. 1000 petals. Yes. Við erum búin að hafa hann hjá okkur svo lengi. Þátturinn að verða búinn? Nei, það alveg smá eftir að þátturinn. Ok, þú mátt þá spyrja að ég einu og ég svo fæ að spyrja það einu. Og eitt í viðbót. Ok. Mér langar að spyrja þig þetta samfélag á Mama, því nú erum við búin að taka upp nokkra þætti og okkur líður rosalega vel þegar við komum okkur Steinu. Þetta eins og svona lítil vin í miðri Reykjavík. Það alveg til fleiri staðir sem eru með svona næs, með Grænigarðurinn, hvað heitir það Já, upp á Klapparstíg? Nei, fyrir neðan Sjangiti Mæjabúðina, Garðurinn, Garðurinn, það svona stað þar sem mér finnst gott að koma og borða eitthvað svona heilan, holistic mat og góða kökur og svona og hann svona lítill og það bara í hádeginu, en þessi hér Mama, hér upplifi ég svona meira eins og þau séu að búa til samfélag og ég vissi ekki að það væri að búa til samfélag því ég byrjaði að koma til ykkar, ég vissi ekkert hverju þið voruð og ég vissi ekki að á efri hæðinni væru trommutímar og ég vissi ekki að hér væri hægt að koma í jóga og allt svona. Segðu mér aðeins frá þessu samfélagi sem þið eruð að skapa hérna. Ég byrjaði fyrir cirka 9 árum þar sem að mín þrá var svo að finna fólk sem að vildi líka lifa í ást og kærleika og vinna saman. Út frá því fórum við að gera kakóathafnir. Kakó svona planta sem hjálpar okkur að opna hjartað okkar og byggja traust á milli okkar sem manneskjur. Rosalega verðmætt verkfæri. Plant Ally. Og út frá athafnunum komu fleira og fleira fólk til okkar og svo náðum við að safna okkur smá pening og safna okkur smá hugrekki til þess að opna þetta samfélagssetur sem hér. Og við völdum nafnið Mama af því að það vita allir hvað Mama þýðir. Þegar maður segir Mama, það alltaf að benda á sama hlutin. Eiginlega sama hvaðan maður frá Afríku, Ameríku, Íslandi, Evrópu. Mama, það vita allir hvað það Mamma, móðirinn, hinn heilaga móðir, móðir náttúra. Og við völdum þetta vegna þess að við vitum að fólk rosalega mismunandi og við þurfum að læra sem manneskjur að heiðra hvort annað saman hversu mismunandi við erum. Ég var alinn upp sem kristinn, aðrir eru alnir upp sem múslimar. So forth and so on. Má telja mjög lengi. En það sama hvað við trúum, sama á hvernig við erum á litin, sama hvaðan við komum, við þurfum öll móðir náttúru. Og það það sem Mama táknar. Staður sem að velkomnar alla, sama hvaðan þú kemur svo lengi sem þú tilbúin að sjá hjartað, sjá kærleikan og vera góður. Eða góð við bræður þína og systur. Og táknum það að við erum öll fjölskylda. Allir menninir eru fjölskylda. Og þessi staður líka táknum það að við erum sem manneskjur, humanity, the race of humanity. Mannkynið að þróast frá myrkri í ljós, frá ótta í ást, í kærleika. Og upplifir þú það? Klárlega, ekki spurning. Það sagt að myrkur sé vöndun á upplýsingum. Myrkur manni vantar fleiri upplýsingar. Þegar það myrkur, þá ekki nóg upplýsingum. Þegar það ljós, þá upplýsingar. Dóra, sjáðu. Já. Hvað? Sjáðu. Já, sjáðu. Langflottasta gleraugnabúðin. Já.
En ég er búin að fatta eitt, að ef maður á bara marga litla reikninga, þá getur maður átt marga litla drauma, þú veist. Já, þú veist, ferðalagarsjóðurinn. Sumarbústaðasjóðurinn. Nýi sófasjóðurinn, skilur. Til dæmis, já, og frábær kaffivélsjóðurinn. Nákvæmlega, og þetta kendi Íslandsbanki mér. Og ef við horfum á síðastliðin 20 ár cirka bát, með internetið sem komið, með gervigreind sem komin, við höfum aðgang á öllum upplýsingum. Það augljóslega meira ljós hjá okkur heldur en var fyrir nokkrum árum síðan. Og mín trú sú, frá einu sjónarhorni, að jörðin og sólin að ferðast inn á stað í alheiminum þar sem beinlínis bara meira ljós. Og það enginn sem getur stoppað það. Þannig að við erum óhjákvæmilega að þróast inn í meira ljós, meiri meðvitund, meiri kærleika, meiri samveru. Mér finnst þetta alveg stórkostlega því að sko ég og Dóra erum náttúrulega 20 árum eldri en þú og ég finn það svo sterkt í mér að sko að við erum að sigla inn í sko einhverja brjálæðislega kaos en við Dóra, við munum fá að sjá sko nýja jörð vaxa. Við munum fá að lifa viðsnúninginn og ég ætlum alveg brjálæðislega ekki trætt það, ég alveg viss það að ég og þú verðum alveg svona alveg vandræðarlega gamlar, Dóra. Já, ég verð 98, ég er búin að ákveða það. Þú er búin að ákveða það? Já, en ég held þú verður eldri. Kannski á ég að 128. Ég held að tölurnar fari ekki að skipta neinu máli bráðum, sko. Ég held að uppfærslan á mannkyninu sé þannig allt í einu bara skipti aldur bráðum, engum máli. En mig langar að spyrja þig, að því ég að hugsa svo mikið þetta þessa dagana, bara svona orkun í heiminum og við náttúrulega horfum á, sko við bara horfum á pólitísku sviði í heiminum þá það svo gaggalegu og það svo gegn allri betri vitund. Allt venjulegt fólk sér skrípaleikana sem í gangi og sér að skrípaleikarnir gangi ekki upp. En ef við horfum bara á allan heiminn, hvað finnst þér, hvað hlutverki finnst þér Ísland eða íslensk náttúra hafa í sko svona alheimssamhenginu? Vá, dásamlegt. Ísland tákn fyrir frið. Jepp, aha, ok. Við erum eina friðsælustu þjóðum jarðarinnar. Nostradamus spáði fyrir ýmsu hér, mér sagt. Og við höfum möguleikan núna með tækninni sem við höfum. Við höfum möguleikan til þess að hjálpa Íslandi að verða algjörlega sjálfbær. Þegar ég segi sjálfbær auðvitað með tengingar við aðra þjóðir, en að rækta eins mikið af okkar eigin mat og við getum, með gróðurhúsum, með allri þeirri orku sem við höfum hér á landi. Við höfum þann möguleika ef okkur langar. Og það tengist við mamma líka. Verkefni mamma að hjálpa Íslandi að verða það sem Ísland á að verða, sem tákn fyrir frið, sjálfbærni, kærleika og já, samvitund. Jákvæða orku. Svo sannarlega. Og við erum beinlínis ofan á. Ísland æð frá hjarta jarðarinnar upp á yfirborðið. Og Ísland svo expressíft. Það bara rúmar allar tilfinningar heimsins, sko. Eldarnir, vötnin og allt þetta. Þetta allt tilfinningaróf heimsins, býr í íslenskri náttúru og ég hef svona tilfinningunni að við Íslendingar verðum að halda utan Ísland, ekki bara náttúruna vegna, heldur líka bara fyrir jákvæðni og hreinleika í heiminum. Já, það svona einhver tilfinning, sko. Já, við erum mjög heppin að hafa svona hreint loft, hreint vatn, hreinan mat, allt svo hreint. Já. En mér langaði að segja líka í sambandi við Ísland, nú fór það, hvert fór það? Já, það kemur þá kannski bara aftur. Og ég fór líka að hugsa það með tungumálið okkar sem svona gamalt og fornt að ég held að skipti máli að við Íslendingar tölum vel okkur sjálf, tölum fallega hvert við annað, tölum fallega aðrar þjóðir, að því ég held að sko margföldunar áhrifinu að því hvernig við tölum í veröldinni skipti máli. Ég held að það sé svona eins og með trommuna, að þegar við sláum í trommuna þá búum við til víbrasjón, búum við til titring, við búum til orku og hún fer svona út og það það sama með orðinu okkar. Það sem við segjum hefur áhrif á allt í umhverfinu okkar og ég held að við Íslendingar verðum að svona aðeins að hugsa það að við höfum, sko
Sko, við erum öll galdrakallar og galdrakellingar, allt mannkynið það. Ef mannkynið myndum bara muni eftir því að við erum öll ramgöldrót, þá gætum við kollektíft Íslendingar sko búið til svo brjálæðislega jákvæða orku sko. Verandi svona ein í hafinu í allir þessum hreinleika í náttúrunni sko. Og það og orkan mjög hrein, segja allir hér. Þú veist, þess kemur fólk aftur og aftur. Akkurat. Það bara eins og vinkonu mín núna, Anna, hún sagði bara, það annað hver manneskja á Íslandi með sko þriðja augað opið, en fólk veit bara ekkert hvað á að gera við það, skilurðu. Þú veist, og það verið að segja svona, það sé djúpt í okkar menningarótum, sko, álfa og huldutrú og allt þetta. Þetta mjög ríkt í þjóðinni, vegna þess að þjóðin opin, en við vitum ekki alveg hvað við höfum að gera við þessa næmni. Og það að vera næmur getur verið, fólk getur fótt það hættulegt og fólk getur verið hrætt við það þegar það skilur ekki eitthvað alveg. Þess vegna gott að hafa einhvers konar kerfi sem hjálpa mann að skilja, eins og kennt í tantra til dæmis. Og natha jóga og hittast og tróma og syngja saman. Yes, exactly. Ok, þetta varð bara þátturati og þetta var óvart. Já. Við ætlum ekki að taka viðtal við þig, við ætlum bara að tala eitthvað allt annað. En þetta var, ég held að þetta átti bara að verða svona. Þetta átti að vera svona. Já. Og fyrir ykkur sem hlusta, þú veist, þessi staður náttúrulega magna, það sko, þetta svona vín hérna í miðbæ Reykjavíkur, mamma, hérna í Bakarabrekkunni. Mér finnst alltaf ég gaman að stefna fólkinga á fund og fólk alltaf, býtu, hvaða staður þetta? Og svo bara heyrði ég alltaf að fara núna þarna á þennan stað, þarna mamma, vegna þess að fólki líður vel hérna. Það máli. Og svo náttúrulega líka rosalega góð matur og allt það, sko. Og maður kemur hérna með tölvuna sína og getur unnið og þetta bara yndislegt. Þannig að takk fyrir að vera góðu gestgjafi hérna mamma, takk fyrir að vera góðu kennari og takk fyrir að mæta í viðtal hjá okkur. Já, takk fyrir að bara plataðir í viðtal. Tökum aftur viðtal við seinna. Við segjum þetta við þig. Já, við þurfum að láta Adi segja okkur ástarsöguna sína seinna. Hún stórkostleg. Satt. Kraftaverk. Við gerum það á Valentine's Day, kringum við það einhvern tíma. Já, þá fáum við ástarsöguna. Þá höfum við kannski bara þau bæði. Já, jú. Hljómar vel. Já, ok. Herru, takk fyrir þetta, Adi. Takk. Viltu segja eitthvað að lokum? Já, endilega. Eina leiðin sem ég hef fundið til þess að losa mig við allan ótta að muna hver ég og hvað ég Við erum eilíf meðvitund. Við erum ljósið sjálft. Og það ekkert að óttast, nema að þau langar að óttast í sjálfa, eða sjálfan. Það mátti það. En raunverulega þetta allt þú, allt ég. Eins og Rastafari fólkið segir, I and I. There's only one I, and we all share it. Ég og ég og ég. Og ég og ég og ég og ég. Amen. Amen. Oh my God. Oh my God, ég og ég og ég. Love you. Love you too. Já, ég ætla aftur að selja bók tengdamóður minnar, Mensa. 2000 krónur. Ég með nokkur eintök hérna heima á mér og þessar 2000 krónur renna beint til höfundars. Jólagjöfin í ár, Mensa.